Ja, Milos, hversu góðir voru í dag? Mér finnst við mjög góðir í dag og góð spilamennska hjá okkur og holning og liði var mjög góður, fengum vist svona smá barnalegt mark eins og ég myndi kalla það. Í þessu tilfelli ætti maður sem var aftastur að gera svona professional brot, gult spjald og búið, en við heldum að við getum réttað á seinna levelið aðeins nær markið en náðum ekki að rétta. Reyndar þetta Breiðablik-lið mjög vel spilandi lið og mjög góður leikmaður. Ég meina, Árni Vel var í atvinnumennsku og flinkur, klókur, góður að finna sér svæði. Margir mjög góðir leikmenn. Þetta svona, í seinni hálfleiknum virðist þið virkilega að taka völdin og náttúrulega sérstaklega eftir að missa mann en líka áður en að missa mannin á velli. Leið þér vel með þetta í seinni? Já, eitthvað megin var ég svona alveg með það að við erum með leik og hreinu en á sjálfsögðu var ég meira rólegari með því að setja mark nr. 2 og sérstaklega mark nr. 3 en mér fannst við með yfirhöndina ég veit ekki, bara svona 90% af leiknum, jú, það leit ekki vel út fyrir okkur 0-1 en við vorum samt með kontról sko og strákarnir hafa sýnt að við getum komið tilbaka og við erum skipulagðir alla tíma og í dag spilum virkilega skemmtilega fótbolta og það er þetta fótbolti sem ég vil sjá á milli spila en eins og ég segi, Blikar voru líka að reyna að spila fótbolta, voru ekkert að reyna að tefja, sparka menn vinstri hægri, voru að reyna að spila fótbolta og þá er þetta líka hægt að við spilum, bæði lið voru með svona flóta spilakafla. Gary Martin farinn, Óttar Magnús skorað þrennu, þannig að það lítur ágætt fyrir þið, vita að þið eru í góðum málum. Hvernig er það sagt á íslensku? Ég veit ekki, King is dead, Prince is alive, ég veit ekki. Það er bara þannig, maður kemur í mannstað og jú, það eru missir að missa Gary, hann er eitt af bestum strækjurum, ekki bestum strækjur í deildinni, en ég er bara, held að við eins og lið, Víkingur, og við höfum gert það mjög vel í þessa strækjars dróun okkar, við erum með 5 strækjar, 2 lán, Viktor toppstrækjar, Óttar, Tuffa strækjar líka, spila á kantnum, Steppi Páls líka, ég hugsa að við séum í góðu balans bara, það er eina sem ég er að vona, allir haldist heilir og bara bæta aðeins í sitt form og þá verður það í leik. Óttar hefur verið að spila svona nokkrar stöður hjá þér, myndur þú ekki segja að sentra verið hans sterkasta stað? Já, þú horfir á mann hvernig hann lítur út, þá setur hann frammi, það er ekki spurning, en hann er þá klókur, þú sjást það í síðasta leik að hann var á kantnum og var eitt af betri mönnum okkar í liðinu, þannig að þegar þú kannt að spila fótbolta getur þú létt farið stokkvið í vinstri bakki eða hafsend skipt engu máli.